Karl Steinn Leifsson ríkissáttasemjari lagði fram miðlunartillögu í lok síðustu viku, þá hefur fátt meira verið rætt á Íslandi heldur það. Og við ætlum að halda áfram að ræða þetta og hingað komið Sigurður Pétursson, sagnfræðingur, sem eiginlega ráðunautur okkar í verkalýðsmálum, hefur oft komið í þættina hérna og er með mér með áhugaverða þætti verkalýðsmál á sunnudagsmorgnum, samtal verkalýðsbaráttu, þar sem hvert fólk til þess að kíkja það á samstöðum.is og Gísli Tryggvason, lögfræðingur og lögmaður. Velkomin. Takk. Og velkomin báðir. Herðu, þetta mál náttúrulega, það snýst lögfræði að sömuleyti, en það snýst líka hefðir og hvernig á að ná sáttum og svona stöðun á vinnumarkaði. En við skulum byrja á lögfræðinni. Það deilt lögmæti miðlunartillögunnar. Að það hafi vantað upp á það, að það hafi verið haft samráð við deiluaðila áður en hún lögð fram. Hæft í þessari gangni, eitthvað hæft í þessari gangni? Já, þetta eitt af þrennu sem deilt og þetta svona það sem mér finnst sterkast. Það sem Efling hefur nefnt varðandi bærni, valdbærni sáttasemjara, það stenst ekki. Ég meina, sáttasemjari hefur þetta hlutverk og þessa heimild. Það bærnin, svo það formið eða þannig hann má leggja fram miðlunartillögu, það ekki það deilt. Já, ég meina, þetta ekki eins og að prestur gefa út ökuskírteini, sko. Ég meina, þetta innan valdheimilda sáttasemjara að gera þetta. Síðan það formið eða aðdragandinn og þar á hann að hafa samráð, það að vísu talað að ráðgast við aðila, en það virðist mér þýða það sama á samráð og það ekki bara tilkynning rétt áður eins og Efling lýsir því sem gerst hefur, heldur á að ræða aðra möguleika heldur en í undirbúningi. Já. Mér sýnist sáttasemjari ekki hafa virt þá skyldu sína, hafa samráð eða ráðgast við deiluaðila áður en þetta var ákveðið. Það ekki nóg þá að ég skrifi miðlunartillögu, boðið til blaðamannafundar, kalli á þig klukkan 10 áður en að blaðamannafundur klukkan 11, sýni það? Nei, þá hefði löggjafinn skrifað þá að tilkynna aðila þetta áður en að þetta tilkynnt opinberlega. Ráðgast lítur á því eitthvað meira. Hugsanlega svipað samráð. Þannig að þú telur vera fullt tilefni til þessara aðfinnslu Eflingar og reyndar að það segja, ASÍ segir það, ég held að sé líka í sameiginlegri tilkynningu BSRB og BOM þar sem að vafi leikja á lögmæti og það líklega þetta að drýsa. Já, og þá bara spurningin ef þetta rétt hjá mér eða rétt hjá Eflingu skulum við segja að samráðið hafi ekki verið nægilegt, það nægilega stór annmarki til þess að það valdi ógildingi þessara ákvörðunar að leggja fram miðlunartillögu og það finnst mér alveg hugsanlegt. Það ekki að spyrja mig og Sigurð að því hvort að það sé nóg, við verðum að spyrja þig. Já, mér finnst líklegt að þetta sé nægilega alvarlegur annmarki til þess að það valdi ógildi. En þess að sumir annmarkar eru minniháttar, valda ekki ógildi ákvörðunar, stjórnsýslu ákvörðunar, en þessi sýnist mér geta verið það stóra að dómari geti fallist á að þetta sé ógildi annmarki. Síðan þriðja atriði sem hafa gagnrýnt, það eru efnisatriði eins og tímasetningu og innihald miðlunartillögunnar og það mjög ólíklegt að íslensku dómari fari að skipta sér af því sem kallað frjálst mat stjórnvaldshafa. En sú gagnrýni frekar byggð á hefðinni, að það ekki verið gert áður? Já, hún en kannski ekki lögfræðilegt. Jú, þetta alveg málefnileg rök, en íslenska hefðin svo að dómstólar fara ekki svo langt inn í stjórnsýslu matið að þeir fari inn í það sem kallaði frjálst mat eins og tímasetningin og innihaldið. Hins vegar getur vel verið að ráðherra fallist á þessi rök að samráði hafi verið ekki nægilegt, en þess að ég heyrði það nú bara í kvöldfréttum að Efling hefði lagt fram stjórnsýslukæru sem komi mjög óvart eins og ég geti ráð fyrir að sáttasemjari væri svona embætti eins og ég gegndi einu sinni og eins og til eru jafnréttisstofa og ýmis embætti sem eru sögð sjálfstæð og óháð. En ráðuneyti hefur svona eftirlitsskyldu með vandinn að það hefur gleymst að setja svona ákvæði inn í þessi lög alltaf þegar þeim hefur verið breytt sem nú ekki oft. Þetta jú gömul lög og gamalt embætti. Og mér sýnist bara alveg að hafa gleymst að setja inn ákvæði í lögum sáttasemjaran eða núna lögum stéttarfélög og vinnutölur að hann sé óháður og sjálfstæður frá ráðherra. Og úr því að það glemtist, hvað þýðir það? Þá þýðir það almenn stjórnsýslulög hlýta gilda. Mér finnst það allavega vel rökstutt hjá lögmanni Eflingar.
og þá almennur kæruréttur til æðra stjórnvald sem vinnumarkaðsráðherra. Þannig að mér finnst þetta óvænt og góð leið að kæra það til ráðherra. Já. Og þá það ráðherran sem hefur að næstuði í hendi sér að meta það. Hann getur bara komist þar í niðurstöðu að efnisatriði þessara miðlunartillögu séu bara góð og gild. Það nú, ég held að mér segja að forsætisráðherra hafa haft fyrir því í kvöldfréttunum í gær að tilkynna það, henni fannst miðlunartillagan góð. Já, en mér finnst þú líklega ráðherra að notið tækifæri ef hann telur kæruheimild vera þarna fyrir hendi, að hann muni fella nú gildi út af til dæmis formannmarka og losa sáttasemjari úr þessari klípu sem hann komin í, en það auðvitað ekki gott að vera sáttasemjari og vera í dómsmáli við eitt stærsta stéttarfélag landsins. Eða vera búin að láta gervalla verkefnishreyfinguna rísa á afturfæturnar og gælt á þig. Já, og fara inn í efnislegt mat fyrir stéttarfélag og rökstyðja það að honum finnist nú að leyfa félagsmönnum að velja afturvirkni, það ekki hans hlutverk. Eða leggja mat á hvort þessi góðu samningur eða ekki. Já. Það svona sem það má minna áður sleppum lögfræðinni. Já, sleppum ekki alveg en þess að í 14. grein stjórnarskrárinnar segir ráðherra bera ábyrgð á stjórnarframkvæmdum öllum og í því felst að það þarf skýra lagaheimild til þess að afnema þennan almenna kærurétt. Þannig að það komir þetta gert í nafni Guðmundar Inga raunverulega. Já, allar stjórnarathafnir í nafni ráðherra eiginlega, nema það sé skýrt í lögum að eitthvað embætti sé sjálfstætt. Eins og ég hélt að sáttasemjari væri, en það bara hefur glemst. Eða ekki að vera ætlað. Ekki ætlað, já. En aðeins áður sleppum lögfræðinni, að því ég las lögin eins og allir aðrir þegar þetta kom, og þá að því að þetta með að ráðfæra sig, að það ekki svona í einhverju aukasetningu einhvers staðar. Það taldir upp það sem þarf að liggja til grundvallar áður en miðlunartillagan lögð fram. Og þetta síðasti liðurinn og hann tiltölulega skýr, svona í venjulegum lestri, ef maður les það bara eins og venjulegum maður, að þá les maður að það sé eiginlega sambærilegt og þú leggur þetta fram og að bíða eftir, ég veit ekki hvað þið kallið það, andmælum eða einhverju slíku og taka tillit til þess. Ekki endilega taka tillit til þess, en það verður að vera möguleiki til þess. Þú getur ekki bara slegið af, ég má ekki vera að því að hlusta á þetta því ég er búin að ákvæða mig, það ekki... Nei, og ef að rétt haldið fram í stjórnsýslukærunni, rétt sem haldið fram þar að það hefur verið búið að undirrita þetta og tilkynnt sem stjórnsýslu ákvörðun, þetta væri bara búið að taka þessi ákvörðun, þá er þetta að mínum mati ólögmætt að fóra mig til. Sigurður, það efast lögmætið. Já. En það ef maður tekur yfirlýsingarna frá verkefnishreyfingunni sem að eiginlega bara allir í verkefnishreyfinguna hafa gefið út yfirlýsingu það er eitt, það efast lögmætið. En svo talað að þetta sé bara afleið tímasetning, þannig að sé inngrip inn í kjaradeilu sem bara ekki þroskuð og hún verði að fá að brjótast fram með bara sínu lagi. Já, mér sýnist að gagnrýni verkefnishreyfingarinnar sé fyrst og fremst á þeim grunni. Efling ver sig auðvitað með lögfræðinni og fer eins langt með það eins og hægt að sjálfsögðu. Það eðlilegt og það mjög gott að heyra þessar lögskýringar hérna hjá honum Gísla. Að þessu leyti, svona eigur manni bjarsýni, þó svo að dómstólar hafi nú ekki alltaf verið hliðhollir verkalýðsfélagunum hingað til í sínum úrskurðum. En þetta alveg stórmerkilegt að upplifa það auðvitað að ríkissáttasemjari í raun og veru búin að sameina verkalýðshreyfinguna sem engum hefur tekist síðastu misserinn með þessari aðgerð sinni og sýnir kannski hversu vanhugsað eða mikið feilspor þetta í raun og veru. Og ef maður skoðar einmitt þessar ályktanir frá ASÍ og samböndum og félögum og opinberum starfsmönnum. Svo hafa oft harðorðið eftir sem að líður, rafina sambandi komið svo seinni í skipunum. Einmitt og þeir voru mjög afdráttarlausir já, og þar einmitt bent á að þetta sé ekki samræmið við hefðir og venjur og þá starfshætti sem hingað til hafa verið. Og ég fletti einmitt upp eins og ég geri og stundum verkfallurinn 1997 á Vestfjörðum. 7 félög tóku sig út og gerðu verkfall þegar allir aðrir voru búnir að semja. Það voru 4 vikur liðnar af mjög harðvítugu verkfalli. Áður heldur en að ríkissáttasemjari sem að þá var Þórir Einarsson þegar hann lagði fram sáttatillögu. Og það þótti bara eðlilegt og þá var búin að vera samningafundir og það var búin að vera í umræðu hvort hann myndi
grípa til þessa úrræðis eða ekki og hann var örugglega búinn að, mér fannst það á fréttum sem ég sá að það var búið að ræða þetta, þennan möguleika, svo gátu menn haft skoðanir á því. Þessi sáttatillaga, henni var reyndar hafnað, en það liðu 2 vikur í viðbót í verkfalli og þá kom hann aftur með sáttatillögu, en í bæði skiptin að þá kom hann ekki með tilboð annars hvors aðilans. Hann kom ekki með samningana sem hinn félögin voru búin að samþykja. Hann fór bil beggja, þó svo hann hafi kannski ekki farið alveg miðja leið fyrir báða aðila, en hann kemur ekki með sáttatilboð, það sem bara tilboð annars aðilans lagt á borðið. Og ég held að það sé líka svolítið einstæmi og menn í verkalýðshreyfingunni hafa svona hrokkið við svolítið undan þessi vinnubröðum. Og þess vegna kannski er þessi samstaða núna, óvænta samstaða í verkalýðshreyfingunni. Drífa fyrirverandi forseti þessi, hún sagði í einhverju viðtalinu að það er eins og hann hafi ekki átt að segja á því aðalstitt hvað hann var að kveikja. Því að það hefur verið augljóst hvað myndi gerast. Gervöll verkalýðshreyfingi myndi rísa upp og andmæla þessu. Og því það væri bara eiginlega hennar frumskylda að gera það. En síðan hefur komið fram og þá Sólveig Anna vitnar til þess að Aðalsteinn segist hafa ráðfært sig við einhverja menn sem að voru þarna úr öðrum verkalýðsfélögum, úr starfsgreinasambandinu sem hefur verið í karphúsinu af einhverjum öðrum ástæðum og talar eins og hann hafi verið að ráðfæra sig við hinn á þessu, ekki formlega, þetta er ekki lögfræði, heldur bara svo sem er að móta hugmyndinu að leggja þetta fram, að þá kynnir hann það fyrir Sólveig Önnu eins og þetta hafi fallið bara almennt í sæmilan jarðvega. Þetta bara passar engan veginn saman, til dæmis afstaða Drífu, hvernig hún metur það hver viðburðin yrðu og svo það sem hann segir við Sólveig Önnu að þetta hafi bara hljómað ágætlega í eyrum ýmissa verkalýðsforkólfa sem hefur verið þarna á vappi. Verkalýðsforkólfa, nefndar það? Já, forustu fólk úr verkalýðshreyfingunni. Það hljómar mjög einkennilega, það gerir það vægar sagt og hverjir sem hann hefur ráðfært sig við, hvort sem það aðilar á vinnumarkaðnum eða jafnvel ríkisstjórninni hann talaði, en komið fram hann hringdi í vinnumarkaðsmálaráðurann. Já, það hefur komið fram. Vinnumarkaðsmálaráðurann sagði sjálfur að hún hefur verið kynnt þetta. Já. Ekki þannig að hann ætti einhvern veginn að samþykkja það, en náttúrulega ráðurann hefði getað andmælt þessu. Já, og það er athyglisvert að ef að ráðgjafar hans hafa engin af þeim hefur varaðan við því að koma með tillöguna á svona frumstigi deilunar í raun og veru og það er yfirstandandi atkvæðagreiðsla fyrst verkfallsaðgerðir og hann eiginlega stígur inn í og truflar þá atkvæðagreiðslu. Þannig að öllu leyti er þetta mjög óeðlileg tímasetning og það getur vel verið að þessi aðgerð eða þessi fyrirætlun Eflingar að fara í verkfall á viðkvæmum stað, þar að segja, hjá ákveðinni hótelkeðju og væntanlega þá í framhaldinu kannski að trufla ferðaþjónustuna enn frekar að það hafi bara vakið svona mikla skelfingu hjá einhverjum í samfélaginu að það þurft að grípa til svona örþrifa ráða. Að öðru leyti er þetta algjörlega óskiljanlegt. Það er nú mjög skrítið eins og þú nefnir, ég minna að það eru mörg dæmi það í áratug og sögu, ef ekki, bara mjög löng saga að það hefur verið langt verkfall á innviðum eða grunnatvinnuvegum sem að hefur samt, verið látið ganga allengi. Eftir réttum reglum. Lífskjara samningarna voru verkfall á hótelunum. Já, vissulega. Og miklu fleiri dæmi, kennarar voru í margra vikna verkfalli áður en að kom svona tillaga og henni var reyndar hafnað með 90% atkvæða á sínum tíma 2004-05 eitthvað svoleiðis og þá í framhald af því voru þá sett lög og það hefur gerst svo sem í fleiri deilum sem að hafa varðað kannski flugið eða einhverja svona mjög mikilvæga starfsemi í þjóðfélaginu en þá hefur það verið að þegar þetta var byrjað að hafa áhrif það er ekki að einhver hafi haldið þetta getið haft okkur áhrif einmitt og ekki á þessu forstíi ég menna lítið bara út á gluggarna það getur vel verið að bara breyti engu fyrir Ísland sem heild hvort það séu 7 hótel í Reykjavík af 40-50 sem eru lokuð kannski bara breytir það engu og þetta er náttúrulega
einhvers konar inngrip og þetta inngrip af hálfu stjórnvaldshafa sem hefur ekki lýðræðislegt umboð eins og Alþingi hefur þó og inngripin sem Alþingi hefur leyft sér í vinnudeilum eru ýmist svona eftir á og jável gamla daga með bráðabirgðalögum kannski en yfirleitt það nú Alþingi sjálft og svo eru náttúrulega fyrirfram inngrip með því að takmarka verkfallsrétt sumra stétta eins og heilbrigðisstétta. Þannig að það er alveg viðurkennt hjá löggjafanum hvaða starfsemi er það mikilvæg að það er ekki óheftur verkfallsréttur. Sjóðhagslega mikilvæg. Já, og í gamla daga var náttúrulega starfsmönnum. Nei, valla, það væri eitthvað nýtt og í gamla daga var náttúrulega ofnbjörnum starfsmönnum almennt bannað að fara í verkfalla því að þeir voru bara utan við þetta lagakerfi. Má bjóða ykkur að geta til hvaða hættu Aðalsteinn og þeir sem hann ráðfærir sig við hafi séð ef það er ekki svona efnaðsleg vá, svona hún er ekki komið fram, er það pólitísk vá, að megi ekki gerast að láglaunakonurnar í Eflingu nái fram hærri launakröfum með því að fara í verkfall heldur en aðrir hafa fengið? Sko þetta er alveg ótrúlega erfitt að sjá skynsemina í þessu ef hún er einhver staðar. Annarkvort er þetta svona mikil hræðsla eða þá offorsið líka að Efling megi alls ekki ná góðum samningum. Ekki einu sinni ná fram aðgerðum sínum. Ekki einu sinni að fara eftir löglegum réttum leiðum, láta reyna á það. Atkvæðagreiðslan í þessu fyrsta verkfalli, hún var ekki einu sinni búin, hún var ekki afstæðin var ekki komin fram. Nei, hún er að fara að koma fram bara úr þessu. Og forstjóri fyrirtækisins var nú samfærður að starfsfólkið hans myndi hafna verkfalli. Það kemur nú í ljós í kvöld, hvort að hann er rétt spár. En ef hann var svona viss það, þá hefur nú væntanlega ekki þrýst á það að svona aðgerð færi af stað. Spurning hvort að ríkissáttasemjari taldi sem sagt að stemmingin í þjóðfélaginu heimtaði þetta. Og það held ég hafi verið þá gríðalegt vannmat. Það þarf ég legg eitthvað mat á stemmingu þú getur ekki bara hverju þú hitt á kaffistofunni. Menn geta það auðvitað. En þú þarf að gera eitthvað til þess að tegja þig eftir. Ég held að hvorki þessi hræðslurök eða þetta að þessi stemning fyrir því sé kannski nærtækasta skýringin. Ég held að skýringin sé nú kannski fyrir eitthvað svo að hann hefur ekki leitað eftir sjónarmiðum nógu margra. Ég meina álitsgjafar fyrir og eftir þessa tillögu hafa náttúrulega komið úr ákveðnum kreðsum, Háskólinn í Reykjavík og Ásmundur Stefánsson. Þetta er náttúrulega svona Já, það eru einu sem að hafa mennta elita og sófakoma kannski fólk sem er kannski ómargt í kringum Aðalsteinn, frekar en að hann tali við fleiri. Ég held að hann hafi hreinlega ekki ráðgast við nógu marga reynda aðila, reynda einstaklinga til þess og hann hafi bara hlaupið á sig. Nú er staðan erfið í þessum samningum og maður okkar að velta einu fyrir ykkur að þegar í aðdraganda lífskjara samningana að þá var svona staðan á verkefnishreyfingunni ekkert ólíkt því sem hann er núna. Það voru menn sem að vildu, við getum kallað svona hófsamari arm og svo voru fólk sem var baráttuglaðara. Þá var Bryndís Hlöðversdóttir eða ekki, ríkissáttasemjari og það var komin viðræður við SA og Starfsgreinasambandið en þá var Efling ekki með í því og þær voru Efling, VR, Verkalýðsfélag Akraness, Grindavíkur og seinna held ég hafi komið Húsavík inn sem að voru gagnrýnin á leiðina sem að kjarasamningar voru að fara. Þá kaus ríkissáttasemjari að beina umræðinni að þeim sem að voru með hærri kröfurnar og gekk raunverulega frá lífskjarasamningunum við þau og Starfsgreinasambandið kom þar inn í seinniskipunum. Í þessari þínu að þá er sama staðan uppi að það er Starfsgreinasambandið vill auðvitað að gera skammtímasamning svona bráðabirgðasamning á meðan að þið munið eftir því í haust að þá var Ragnar Þór Ingólfsson með ársynninga fyrirtækja undir arminum og vildi sína fram á að það væri sögulegt góðari í íslenskum fyrirtækjarekstri og taldi að verkalýðshreyfingin geti náð fram hærri hækkunum og hefðu aukþess líka erindi við stjórnvöldum að lagfæra húsnæðismál, skattamál og eitthvað fleira. Efling var með frekari kröfur. Í þessari stöðu
að þá var fyrst rætt við starfsgreinasambandið sem að VFR var í samfloti með þá. Þegar að var sýnt hvert að stemdi, þá rauf VFR sig út úr þessu vegna þess að það sætti sig ekki við stöðuna sem að var á borðunum. En samt hélt sáttasemjari áfram að tala við hófsværa hlutan, gerði samning við það og reynir að koma honum yfir á alla. VFR sætti sig við það vegna þess að taktíska staðan var bara fallin þar sem þessi samninga voru komnir og við neyðumst til þess að gera þessa samninga og förum þá bara að vinna að reyna að fá stærri samninga. En voru því munið eftir því að Ragnar rauk út eiginlega á þess að tala við nokkurn mann út úr karpúsinu og var bara eyðilaða maður. Hann kom hérna til mínu kvöldið og hann var bara eyðilaða maður yfir þessu. Þetta væri svo ömuleg lending. Má ekki segja að sömuleyti þessi vonda staða sem Aðalsteinn segist vera að bregðast við núna út af erfiðleikunum með Eflingu, sé að mörgu leyti afleiðing af því hvernig hann stilti upp viðræðunum? Þetta var löng og flókið spurning. Ég hef ekki spáð eins vel í þetta og þú þetta leikjafræðilega, en það kann vel að vera og það náttúrulega augljóst öllu sem hafa fylgst með vinnumarkaðsmálum í einhverja ára að sá sem semur fyrstur myndar átt fordæmi eða talin mynda fordæmi og það bindur hína óbeint þó það eigi ekki að binda þá beint. Já, en verður þá ekki ríkissáttasemjari að gæta þess að það sé samkomulag sem aðri geta? Og ég minni á að samtök sem ég vann fyrir lengi, þar að segja í opinbera geiranum, þau kvörtuðu yfir því áratugum saman, opinbera starfsmenn, kennarar, BHM og BSB, ég var framkvæmdastjóri BHM, þau kvörtuðu yfir því að það væri alltaf verið að mynda einhver fordæmi út í bæ og svo ættu opinbera starfsmenn bara að fylgja því fordæmi sem væri komið. Og þeir opinbera starfsmenn sögðu alltaf, við vorum ekki aðilar að þessu, við vorum ekki boðin með í partíð og höfðu að mínum að til nokkuð til síns máls. Þannig að auðvitað skiptir máli þessi leikjafræði af því að hann hefur þetta dagskrárvald og stjórnar samkomunum og áherslunum. En það veiki líka erindið gagnvart BHM eða BSB að segja almenni markaðurinn hefur komist þessu samkomulega og þið verðið aðlaga ykkur að því ef að það eru bara 20% af almenna markaðurinn sem að raunverulega gerði samningin, er það ekki? Jú. Hvað segir þú? Já, þetta er mikið leikjafræði. Ég hef aldrei lítið þannig á að ríkissáttasemjarinn hann stjórnaði þessu. Heldur miklu frekar að það væru aðalega vinnumarkaðurinn sem stjórnuðu því. Hvert færi í samflot, hvers konar samflottir færi og að þeir stjórnuðu þá frekar ferðinni og yfirleitt var þetta nú svona eins og Gísli lýsir að almenni vinnumarkaðurinn tók fórustuna og samdi og það var þá oft verkamannasambandið sem fór á undan stundum í samfloti með iðnaðarmönnum og öðrum en svo voru alltaf hópar sem voru kannski ósáttir, kennarar eða BSB sem að reyndu þá að slíta sig frá og semja öðruvísi, tóksta stundum og stundum eftir kannski miklar fórnir í verkföllum en að ríkissáttasemjari að hann leggi upp línuna fyrir alla eða hugsi eða seti þetta upp þannig það getur vel verið að það hafi þróast hann í svona í seinni tíð að hans hlutverk sé orðið svona stórt og þá það greinilega bara orðið stórt núna. Efling var búin að vísa áður að gengi frá starfsgreinasambandinu þannig að Efling var komið í hús hjá honum. Já, og það var náttúrulega greinlegt að Eflingu var bara ekkert sinn. Ekki neitt. Og það er mjög undarleg staða. En tilraunin sem var gerð hérna 96 þegar við vorum ég var nú bara ekki búin með laganám þegar ég var fenginn til að vera með í að semja ný lög og eitt af því sem við sóttum út til Skandinavíu eins og úrljótur forðum var eitthvað sem hét Köruplan sem við þýttum sem viðræði áætlun og það átti að hjálpa aðilum vinnumarkaðarins sjálfum að setja þetta í betra kerfi þannig að menn væri ekki sólarhringu saman rétt fyrir verkfall að reyna að semja eitthvað heldur byrjuðu fyrr og væru skipulaðir en ég er ekki viss það frekar en Sigurður að sáttasemjari eigi að hafa svona mikið valda hann eða velja hópin sem á að gefa tónin. Nei, ég meina hann vissi að Efling var þarna í húsi og hann vissi það að ef hann myndi ganga frá starfsgreinasambandinu starfsgreinasambandinu eins og lág á borðinu að þá yrði bara vandi hans meiri að ná saman þar. Það er nokkuð augljóst því að samtök atvinnulífsins litu á þetta sem fordæmisgefandi samning og það er erfitt að fá það upp úr og líklega þyrfti að fara í verkfall til að ná þeim upp á hjólförunum.
Það var til dæmis það sem að ástæðan fyrir því að Ragnar skrifaði undir á sín tíma, að til þess að setja sig ekki við þennan samning, að þá varstu bara að fara í verkföll til þess að komast upp úr hjólförunum. Já, það náttúrulega, og það hefur verið, sagan segir okkur það auðvitað, að þegar að búið að setja línurnar og margir komnir inn á þá línu, að þá mjög erfitt að brjótast út. Það hefur auðvitað tekist ef ákveðin hópur nær nógu mikill í samstöðu og bara áttu anda og með góður í forystu, að þá það auðvitað hægt. Hérna, við förum aftur á miðlunartillögunni. Hún eiginlega tilboð Samtaka atvinnulífsins. Það hefur komið fram að Efling gerði athugasemdir við taxtana í starfsgreinasambandinu, að hækkanina sem eru mikið til afturbyggðar, því lengur sem út í störfum og því meiri hækkun ferðu, hentaði illa sínum hópi. Og ég held að Sólveig Anna hafi sagt að það munaði 20.000 krónum í svona grunnhækkun sem að þyrfti að vera öðruvísi til þess að ef að sáttasemjari hefði tekið tillit til þessa og raða töflunni meira í áttina því sem Efling hefði tillagan verið betri. Ekki spurning. Ef það mikil starfsmann að velta hjá Eflingu hér, þá það ástæðan fyrir að þetta breytir það einhvern veginn svona mat þitt á svona lögmæti eða forsögunni? Ekki lögmætinu, ég meina það þurfti að ráðgast, dómari munnkorti aldrei og sennilega ekki ráð þeirra heldur fara hún í efnislegt mat sáttasemjara. Hann geti bent á að ráðfærslan var þarna að tekið var tilliti til krafna Eflingar. Já, ég meina ef að sáttasemjari hefði til dæmis talað Eflingu og sagt nú ég að leggja fram ekki eftir hádegið heldur á morgun þessa tillögu og Efling myndi segja, já, mér líst nú illa á það en þetta væri þó skömminni skárra ef að taflan væri svona. Það væri ráðfærsla eða samráð. Þá væri þetta kannski bæði efnislega betra og lögmætara. Efling hefði líklega ekki gert það því að hún var að ansnúin miðlunartillögunni bara yfir höfuð. Taldi ekki vera tímabært að færa deiluna en þennan. Nei, en bara sá möguleiki að geta komið á framfæri athugasemdum það versta í tillögunni, það tilgangur andmælaréttar og samráðs. Já, ég held að það alveg tvímælalaust að það bara eiginlega alveg sama hvað hann hefði gert betur í þessu, þá hefði hann haft betri grunn til þess að leggja fram sáttatillöguna. Þó að tímasetningin sé kannski mjög vitlaus, en að taka bara tilboð atvinnurekenda og leggja það á borðið, það eiginlega alveg fáheyrt. Og særi svona réttlætiskennd almennings. Já, það gerir það og líka það að starfsgreinasambandi var með aðrar áherslur heldur en Efling, það öðruvísi samsetning í félagahópnum. Fiskverkafólk fékk góða hækkun umfram aðra núna, sem kemur þá mjög lítill hluti í Eflingu. Í staðinn lagði Efling áherslu á lægst launuða fólkið sem í þjónustustörfunum og ef það hefði verið komið til móts við það að einhverju leyti þá hefði sáttasemjari setið uppi með allt annað og miklu jákvæðir í strauma held ég. Ok, hvað gerist næst? Frestur fram á föstudag til að skila greinagerðum. Við sem erum ekki daglegi gestir í héraðsdómi, hvað mun það mál sem í héraðsdómi taka langa tíma? Já, þeir ætla að flytja máli munnlega sama dag, þannig að það greinagerð, ef ég skildi rétt, á föstudaginn skilað, þar sé eftir 4 daga. Já, málflutningur. Svo tekur dómari sér að miskusti nokkra sólarringa, gerir það fyrir, valla bara 1 sólarring, þó að félagsdómur dæmi stundum bara mjög hratt og dómarinn ætla að gera það hratt, þá myndi ég búast til dómi fljótlega eftir helgi, eða úrskurðir heitir það víst í þess tilviki. Síðan hún væntanlega kæra til landsréttar og þetta það miklu hagsmuni. En ekki hægt að framfylgja úrskurðunum ef hann með áfrýjað? Jú, en mér minnir að það sé hægt að gera kröfu að kæra fresti réttaráhrifum og ég gerir ráð fyrir að þeir geri það þá í greinagerð. Og gerir ráð fyrir því að dómari myndi fallast á það? Já, mér finnst það nú líklegt. Þannig að þetta mál sem að getur tekið nokkra vikur? Allavega marga daga, já, svo býst ég við að landsréttur taki eitthvað fram í febrúar að skoða þetta, ég myndi búast við þetta færi til landsréttar, og að dómari myndi fallast á kröfu frestun réttaráhrifa ef hún kemur fram í greinagerð. Þannig að ég myndi búast í niðurstöðu svona ekki fyrir upp úr miðum febrúar. Í fyrsta lagi. Já. En stjórnsýslukerfan? Hún ætti nú að afgreiðast aðeins fyrr.
sent í næstu viku. En nú alltaf verið að tala þessi fordómalaust og nýtt svið og ég meina hefur vinnumarkaðsmálaráðuneytið svona, getur það svara svona standandi? Já, þeir að geta það, vonandi þeir en með lögfræðingar sem að kunna þetta fag innan borðs hjá sér, sko. Annars verða þær að fá lögmenn út í bæ, eins og stundum er gert. Það núna, og gæti bara dottið inn á hverju stundu, ég ætla aðeins að rífressa tölvuna mína. Gæti dottið inn niðurstaða í kosningunum verkvall, kannski kemur það ekki fyrir enn í 10 fréttum Ríkisútvarpsins, það oft þannig að það verið að stilla upplýsingum inn á fréttatíma Ríkisútvarpsins. Þegar að samninganefndin ákvað að fara í verkfallsboðun í þetta, og þetta tímabundi verkfall. Þetta tímabundi? Já, ég ætla að ljúka 7. febrúar. Þannig það verið búið þegar þið eru búin að afgreiða þannig héraðsdómi. Mér fannst einhver fréttamaður segja mér að þetta væri ótímabundi verkfall. Ég er bara ekki flettið upp. Ég held að það sé má ég sjá. Ljúka 7. febrúar, ég held að þetta byrja 7. febrúar. 7. febrúar er bara næsti þriðjudagur, eða ekki? Annars þriðjudagur. Auglýsir almenna leynilega atkvæðagreiðslu, búin vinnustöðar á starfstöðum, ræða ótímabundna vinnustöðum sem hefst klukkan 12 á hádegi 7. febrúar. Byrjar 7. febrúar. Það er svolítið sérstætt að hafa þetta ótímabundið og samt svona nákvæmt, bara ákveðið hótelfyrirtæki. Það fannst mér óvenjulegt en Ok, þeir boða verkvall 7. febrúar og það eru þarna 200 starfsmenn rúmlega sem að fara í verkvall. Maður myndi ætla að næsta skref, af því að þetta tekur svona okkur tíma að vera með atkvæðagreiðsluna, að næsta skref ætti bara að vera boðað bara leið og atkvæðagreiðslan liggur fyrir hér. Eða hvað? Eða heldurðu að þessi málarekstur tefji það að Efling rúlli út svona verkfallsplani sínu? Já, nú var spurningin, maður hefði ætlað að þeir væri tilbúnir með plan, næstu skref, næstu vinnustöðvanir í framhaldi, þannig að verkfalli myndi svona, áhrif þess myndi aukast jafnt og þétt. Ef að málareksturinn tekur þennan tíma, að þá er þetta spurning hvort að Efling býður með næstu atkvæðagreiðslur. Hins vegar ef atkvæðagreiðslan núna verður þannig að verkfall verður samþykkt með miklu meirihluta, þá finnst mér nú ansi freistandi fyrir Eflingu að fara bara í næstu atkvæðagreiðslu. Já. Og þegar verkfallið er með svona góðum fyrirvara að sýna allavega næsta spil á meðan að laga þræturnar held áfram. Afleiðingar að þessu til lengri tíma? Já, ég held að ríkissáttasemjari hafi leikið afleik og ég held að Efling, en auðvitað búið að lýsa því yfir að það treysti ekki þessum ríkissáttasemjara. Þannig að spurningin er... Og aðri lýsti yfir að trausti hafi beðin ekki? Já, hvort í framhaldinu verði farið fram á það að það verði skipaður annar sáttasemjari í deilum Eflingar. Ég held að Efling hafi gert það í erindi við ráðherra. Mér finnst það ekki óeðlilegt og slíkt hefur gerst svo sem að það hafi verið skipaðir annarkvort með sáttasemjarar eða reynilega aðrir sér sáttasemjarar í ákveðnum deilum. Spurningin er hins vegar hvort að þetta sé komið í það mikið óefni að það fari fram umræða nú það að til að hann verið dreginn tilbaka. Þessar sáttasemjara að draga hann tilbaka eða vinnumálaráðherrann. Já, stjórnvald... Hver er þá hans staða? Já, ég meina, eins og ég segi, þessi óvænta stjórnsýslukæra, hún hefur þau rök sem ég nefndi að það vantar þessa sjálfstæðis yfirlýsingu í lög sem aðrir hafa reynda vitna til að sé. Já, Ásmundur. Já, bara því að allir held að þannig væri það, en svo þegar ég fór að leita það ákvæðin, þá fann ég það ekki. Og svo sá ég í stjórnsýslukærunni að það var bara bent á að það vantaði í ákvæðin. Nú... Þannig að talráðherranna og Ásmundar og fleiri sjálfstæði ríkis sáttasemjara er bara rámt. Já, það er allavega ekki þetta hefðbundna lögbundna og þá gilda væntanlega stjórnsýslulögin og stjórnarskráin bara málskotsréttir á þeirra. Þannig að hann verður að gjöra svo vel að rökstyðja það vel ef hann ætlar ekki að taka afstöðu til stjórnsýslukærunnar, vinnumarkaðsráðherrann. En síðan er í lögunum hefur lengi verið ákvæði að sáttasemjari þurfa að vera óháður og óvilhallur
og nú hann orðin að mati einstæsta stéttarfélagslandsins vilhallur eða það getur alltaf verið nóg ef það eru deilur og ég segi bara að því að mér líkar ekki að fara en það eru og mörg stéttasamtök hafa tekið undir að hann hafi sko hlaupið á sig þannig að mér finnst ekkit ólíklegt það sem að Sigurður nefnir að hafa verið settur sérstakur sáttasemur í þessum deilum meðan þetta vindana lægir sko. Og hann læri bara sína leksíu og mæti svo í haust við eða það náttúrulega opinberir starfsmenn og allt saman á leiðinni til hans ef það verður ekki list áður. Já, einmitt. Og mjög ólíklegt raunverulega list áður því að það eru alls konar kröfur þótt að menn segja að þeir séu til í samninga í svona formi skammtímasamningana að þá kemur alltaf eitthvað við þurfum að lagfæringu á tökstónum hérna, við þurfum að lagfæringu í vinnutíma og alls konar hlutir sem eru flóknir. Langtíma áhrif af trausti á embættið eða trausti á Aðalstein? Ég held það verður allavega eitthvað að gerast til þess að vinni aftur traust og eins og þú segir sko, það eru samningar núna bara strax í mars, apríl, maí, opinberir starfsmenn, kennarar og BHM held ég líka og það eru sko stanslausi samningar í gangi og þetta lofar náttúrulega ekki góðu upp á framhaldið en þannig að það hlýtur að vera mikið verk að vinna hjá honum. Kæra þakki Pildar, Gísli og Sigurður fyrir að koma og hjálpa okkur að átta okkur á þessu flókna máli. Þetta nú mál sem að Íslendingar hljóta að elska, allir sem hafa lesið Njálu hljóta að elska málaferli í héraðsdómi.